Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudegi. Eins og undanfarna miðvikudaga þá munum við ræða kvennabaráttuna á krepputímum. Og hjá mér í kvöld er stór hópur kvenna. Það er Áslaug Einarsdóttir sem er mannfræðingur, heimildavindakona og framkvæmdastýra Stelpur Rokka. Helga Þórey Jónsdóttir, hún er kennari og doktorsnemi í menningarfræðum. Helga Lind Mar, hún er framkvæmdastýra Stúdentaráðs og fyrir skipuleggjandi Druslugöngunnar. Kristín Ásgeirsdóttir, sagnfræðingur og ein af stofnendum kvennaframboðs og kvennalista og var vinkona líka. Og Kristín Jónsdóttir, hún er oft kölluð Parísardaman, hún rekur nafntogaða gætaþjónustu í París og er ein af aðstandendum femíníska vefritsins Knús, og Sóley Tómasdóttir sem er kynja og fjölbreytileika ráðgjafi og fyrir borgarfulltrúi. Verið allar velkomnar. Svona út af atburðunum í ástandinu í Bandaríkjunum og glæsilegum samstöðufundi sem var á Austurvelli fyrir í dag. Það langar mig kannski að byrja þar, og það sem ég er að velta fyrir mér að það er eitthvað svona svipmót með mótmælunum, og ekki óeirðunum, heldur mótmælunum í Bandaríkjunum og svona víðri skírskotu þeirra sem að minni mann á Women's March sem að var spratt upp við kjör Trump og setti svolítið svip á bandarískar borgir svona fram að því og aðeins yfir það að hann tók við embætti. Líkið til líkt fólk sem er að tjá sig og berjast og tala inn í bandarískt samfélag. Mér langar að byrja kannski að velta því upp að því að kvennahreyfingin er náttúrulega samfléttuð allri svona mannúðarbaráttu og hefur áhrif á hana, og mannréttindabaráttan hefur áhrif á hana. Hvort að það væri hægt að byrja þar kannski að velta fyrir þætti kvennahreyfingarnar í þessari baráttu sem að í Bandaríkjunum er náttúrulega sérstaklega út af Trump, því að hann náttúrulega situr þarna eins og ófriðarhöfðingi og ósa frá sér, ósett út allt samfélagið, og viðbrögðin núna eru svona víða mörgu leyti út af atburðunum og þessum korni sem að fyllir mælinn en einsunni, en örugglega líka út af veru hans, og það finnst mann einhvern veginn tengjast við þessi sömu viðbrögð og urðu við kjör hans. Ef við má byrja á þér Áa, sem hefur með svo annað hóttin í Bandaríkjunum, hvað sérðu tengingu þannig á milli? Já, alveg tímalaust sko. Það er náttúrulega, Trump er náttúrulega rosalegur ófriðarseggur og það er búið að vera svo mikil sorg í Bandaríkjunum síðustu 4 ár og rosalega mikil ólga, og ég sé líka, þú veist, rætur í Occupy hreyfinguna frá 2011, það voru svona fyrstu stóru mótmæli sem ég mætti á í Bandaríkjunum, og mér finnst sú orka bara ennþá mjög mikið við lýði, og ég mætti á Women's March í Sacramento, hvenær var það, 2017 eða 2018, og það var bara rosa mikil kraftur, rosa mikil ólga, en ekki því líkingu við það sem að við erum alltaf búin að vera að lesa í fréttunum núna síðustu daga. Það er bara sprenging, það er bara eins og sé verið að bara rífa upp sárin og það logar allt saman. Ég var að senda skilaboð á vinkonum mína sem býr í DC, og það var bara súrrealískustu skilaboð á ævi minni. Ég var að segja henni að ég hefði verið að lesa að það væri von á herliðinu inn í borginina. Það væru tankar frá National Guard og svo eru bara komnar herþyrlur bara sem að svefa þarna strætin. Ég var bara að spyrja henni, er í lagi, herinn að mættu til þeim? Og þetta er bara absúrt að þurfa að senda svona skilaboð. Og já, það er náttúrulega bara ofboðslega samt gott að sjá að fólk er bara gjörsamlega misboðið og fólk er ekki að gefast upp og fólk er að berjast, og það er rosalega mikill samhugur og samstaða. Ég hef verið að vinna mikið með bandarísku kollegum mínum í rokkbúðabandalaginu, svona netrótækra kvenna, trans og kynsegin einstaklinga sem eru mikið búin að vinna í félagslegu réttlæti og alls konar svona samtökum. Það er bara rosalega mikill baráttuhugur og já, mjög mikil samstaða, og feminismin náttúrulega er bara rosalega
gjöfull vettfangur, sérstaklega intersectional feminismi sem að leyfir núna svörtum kvennaröddum að ráða ferðinni og hvítar konur í Bandaríkjunum og Íslandi og alls staðar í heiminum þurfa bara núna að hlusta og styðja á þann hátt sem okkur sagt að styðja og fylgja svörtum leiðtogum, sko. Það bara verkefni númer 1, 2 og 3. Og við sáum það líka Austurvelli, það var rosa góð mæting og mikil samstaða. Ég held að fólk viti að nú það mikilvægasta verkefni okkar, bara að styðja. Helga Þórey, þú bjóst líka... Má ég spyrja þig, sko, þegar þú nefnir svarta leiðtoga, og það náttúrulega eitt af því sem hefur náttúrulega verið áberandi, sko, er skortur á svörtum leiðtogum. Því að eftir því sem að ég svona hef lesið og heyrt, sko, að fólk sem að sko stígur fram, það bara drepið. Þeir eru bara drepnir. Og þannig sko reynt að útrýma sko leiðtogunum, en nema helst konunum, eins og þessar sem að stofnuðu þarna Black Lives Matter. Þannig að sér þú svona leadership? Sleppnaður alveg. Já, í minni hreyfingu allavega, í svona mínum feminískum aktivisma, sérstaklega í lítið Bandaríkjanna, sé ég rosalega mikið af bara flottum svörtum og POC konum innan minnar hreyfingar, en auðvitað þessi hreyfing að glíma við sömu vandamál bara eins og allar hreyfingar í Bandaríkjunum og Vesturlöndunum og víðar, að það bara rasismi, þú veist, innan þessar hreyfingar bara eins og allstar. Við erum öll rasistar og við þurfum bara að horfast í augu það að það alltaf systematist verið að þagga niður í svörtum röddum, þannig að það heyrast ekki, það þú veist, eins mikið eins og aðrar raddir, þannig að leiðtogarnir eru þarna algjörlega, það bara vantar að samfélagið bústi þeirra raddir eins og raddir annarra, sko. Og það er alltaf bara óþolandi og ólíðandi að maður þurfa að, þú veist, að leggja sig eftir að heyra svarta raddir og heyra svarta leiðtoga, auðvitað eiga raddirnar á óma allsstaðar og fyrir. Það má fara inn á YouTube og hlusta á nokkrar. Þegar ég dapur þá hlusta ég stundum á Tínu Simón sem er svo stórkostlega kröftugur með þessa sko ótrúleg orator. Það er að sjá kraftinn. Herðu, Helga Þórey, þú varst líka í Bandaríkjunum, á að hún bjó á vesturströndinni. Hvar bjóst þú í Bandaríkjunum? Ég var í Newark í New Jersey, rétt fyrir utan New York. Það er svo klofin, sko, Bandaríkjunum að vera eiginlega að spyrja þessu svona hvers svona veröld fólk er að enduróma? Já, ég er náttúrulega bjó nokkrum stöðum, en ég bjó á tímabili í hverfi Svartra og það sem var, mikil fátækt og bara, fátæku hverfi. Og þannig að þú veist, það er einhvern veginn ógiftur manni og hann auðvitað er engin leið fyrir mig til þess að skilja hvernig það er að vera svört manneskja, en maður verður svolítið svona vitni, kannski í návígi, og ég var það náttúrulega oft. En það voru aðrir tímar þá í Bandaríkjunum, það er svolítið mörg ár síðan og það var svona kannski ekki sama svona stéttavitund sko meðal hvítra, mér finnst það eiginlega það sem hafa breyst. Hvítu vinir mínir í Bandaríkjunum voru ekki mjög svona áhugasöm neina pólitík og bara kusu eitthvað og voru ekkert mjög svona. Og það er eiginlega ekkert fyrir en kannski, ég meint svona í kringum 2010 og Occupy-hreyfingin og eitthvað svona, það er fyrsta skipti sem ég sá margt fólk sem ég þekki bara einhvern veginn taka þátt. Meðan svart fólk gerði það alveg og var kannski miklu meira einhverfverða í seitt, en það er einhvern veginn eins og ég held líka bara eins og við vitum með bara samfélagsmiðla og eitthvað svona, við einhvern veginn erum að vera vitni að menningu hvers annars miklu meira og allt annan hátt en áður. En mér finnst áhugaverð sem voru að segja í sambandi við leiðtoga. Ég sé svarta leiðtoga allt. Ég sé það í tónlist og í bíómyndum og Beyoncé er leiðtogi og Michelle Obama er líka leiðtogi. Þannig að þú veist, þessi leiðtogar eru til. En við þurfum líka sko það fyrir eftir hvernig við skoðum menninguna og það er líka svona ákveðin smættun sem hefur átt sér stað á til dæmis
Beyoncé eða öðrum konum sem hafa úttalað sig mjög mikið málefni svartra. Og íslenski blaðamenn að tala að það syngi með rassinum og svona sem náttúrulega bara bæði lítilsvirðandi og lýsir skilningsleysi á menningararfleifð svartra frá Afríku og bara svona langur listi. Fyrir utan bara hvað þetta eru konur sem á Beyoncé svona kona sem hefur bara komið inn í svart samfélag og sagt bara feminismi og eitthvað sem var til dæmis eins og þegar ég bjó úti var ekki mjög kannski geta auðvitað ekki tala fyrir öll samfélag en ekki kannski svona real og þú veist bara konur hefur bara alltaf að vinna það ekki tími til að hugsa feminisma og og þannig það sem komið konu og normalisera svona hugtök inn í menningunni ofsalega mikilvægt og ég held að hún sé mjög sterk rödd fyrir sína kynslóð. Það sem við vorum að ræða í síðustu viku, þar sem við enduðum að tala svolítið svona stéttabaráttu og kvennabaráttu. Og þá kom svolítið fram, Sólveig Anna var hjá okkur og þá var að vera að ræða svona sameiningu sem að var fyrir ári síðan, þegar það var verkfall hótelstarfsmanna og þá var það verkakonur af erlendum uppruna sem að náðu að sameinast og þetta svona sögulegt því að það ekki oft svona í verkalýðsbaráttunni þar sem tekst að sameina hópana sem alltaf verið að reyna að sundra sem eru innflytjendur og síðan vinnuaflið sem að fyrir var. Þetta oft gengur út að reyna að sundra þessu en þetta náðist það svolítið saman og það var svolítið innan vébanda sameiginlegrar kvennabaráttu. Og það kannski þetta ástæðan fyrir að ég að spyrja út í tengslina á frelsisbaráttu svartra og kvennabaráttunni, hvort það geti verið að inn í kvennabaráttunni sé einhver svona samlíðan með þeim sem eru kúgaðir, sem að kannski erfiðara, sami kúltúrin ekki kannski í svona verkalýðsbaráttu kallana. Það alltaf ýmsir fletir sem eru sameiginlegir og ég meina kvennabaráttur sem slíkar og opaslega svona róttækt fyrirbæri og bara þegar hún kemur fram og bara svona róttækt marxist fyrirbæri í samfélaginu og baráttur svartra líka en svartur veruleiki svo víðsfjarri veruleika hvítra kvenna og bara til dæmis að sé engin svört kona í panel og tala þetta núna bara ekki alveg nógu gott af því að við getum aldrei skilið hvernig það eins og ég bjó með manni og við vorum að keyra og við bara nefntum ekki til stand í því að hann var að keyra því það var alltaf að vera að stoppa okkur á löggunni og þetta er einhvern veruleiki sem endalaus og ég skildi aldrei, ég sagði stundum við hann akkur horfur niður þegar löggan stoppar okkur eða einhver að tala maður skilur ekki og það er bara betra fyrir það að horfa niður og það eru svona pínu litlar einhvern veginn mikroagressjónir sem eru út allt samfélag sem að eina ástæðan fyrir ég veit þetta er að því ég var vitni að þessu en samt get ég ekki einu sinni ég get sett mér í einhvers konar spor sem kona en ég meina ég nýt greiðlega forréttinda, ég millistéttamanneskja í doktorsnámi, skiljið, þetta það er ekki eins og ég sé eitthvað ströggla sem einhver hótelstarfsmaður út í bæ, þetta eru, þessar raddir þær þurfa að heyrast, hótelstarfsmaðurinn og svartakonan eða brúnakonan eða hver sem ég meina hann ekki setja teórísarað lengi en Ef ég má aðeins koma inn í þetta, þá finnst mér nefnilega kannski það sem að feministar eiga sameiginlegt með, eða þær konur sem hafa verið að standa í feministri baráttu í gegnum tíðina, hvítar, það sem að ég upplifi samkenndina með, eða einhvern veginn og ég mynda mér að ég geti skilið betur heldur en mögulega einhverjir aðrir, mikilvægi þess að þegja núna og hlusta. Eftir að hafa reynt að segja alls konar hluti sem ekki hefur verið hlustað á eða afbakað eða gert alls konar við, þá skil ég hvað það er mikilvægt að núna tali aðrar konur heldur en ég og að ég reyni einhvern veginn aðeins að skilja og vanda mig í því hlutverki sem ég í, hvernig ég geti nýtt forréttindi mín með sem allra bestum hætti. Ég alls ekki búin að finna út úr því og ég mun örugglega aldrei finna út úr því alveg, en ég ætla samt ekki að gefast upp og ég ætla ekki heldur auðvitað ég mun aldrei geta sett mig í þau spor að vera svört kona eða svartur kall. Ekki frekar en fötluð kona eða kona sem er jaðarsett að öðru leyti. En ég get reynt og ég þarf að gera það og ég má ekki gefast upp við það. Og ég held að það sé það sem á mér fannst svo ofboðslega sterkt sem búið að vera að gerast á Instagram. Instagram hefur ég er eiginlega á öllum samfélagsmiðlum nema TikTok af því að ég er á nú gömul fyrir það. En
Instagram fyrir mér hefur verið bara svona einhver matarmyndir og sumarfrísmyndir og eiginlega minnst pólitíski samfélagsmiðillinn svona í mínu feedi, en núna allt í einu hann orðinn einhvern veginn stærstur eða allavega mjög sterkur og þetta Blackout Tuesday sem var í gær og það hvernig ótrúlegasta fólk einhvern veginn að taka þetta til sig að nú komin tíma á okkur til þess að þegja. Það er að gera það svo fallega með þessum svörtu myndum, svo tákgrænt, að mér finnst það einhvern veginn vera það mikilvægasta sem við getum gert núna. Það er að þegja og hlusta og reyna að skilja og reyna að nýta forréttindin okkar, finna út hvernig við getum nýtt forréttindin okkar til þess að styðja við þessa baráttu. Auðvitað getum við, eitt af því sem við getum gert er að nýta tækin sem við höfum. Við kunnum að halda mótmæli, við kunnum alls konar leiðir til þess að ná eyrum fólks, við kunnum að halda usla og ég meina það má notast við þá aðferðafræði sem við höfum einhvern veginn verið að vinna með en fleira veit ég svo sem ekki hvað er hægt að gera, hvað ég get gert í bili nema bara að miðla því sem að svart fólk að segja eins mikið og ég mögulega get. Já, við vorum hérna í gær með þátt þar sem að voru bara svartir og svartar konur líka. Ég teki það nú fram, þetta ekki alveg þannig. Við reynum að miðla hér á samstöðinni. Hérna, Kristín, Já, ég hef ekki búið í Bandaríkjunum en svona undanfarin 12 ár þá hef ég komið þangað yfirleitt á hverju einasta ári og þegar ég var að sækja fundi kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna. Og mér fannst bara, í hvert skipti sem ég kom, þá voru miklar óeirðir fyrir nokkrum árum í Missouri, út af einmitt vegna morðs á svörtum manni. Það var í Los Angeles og hér og þar. Þannig að þetta er náttúrulega verið að gerast mjög lengi. Að það verða átök og óeirðir. Vegna þessara náttúrulega rasismans og náttúrulega mjög mikillar misskiptingar og ég hef einmitt verið að hugsa þetta endar með uppreisn eða byltingu en ég held og ég svo sem veit ekki hvort það gerist, maður sér hvað viðbrögðin eru ofboðslega hörð og þau veitir þetta, það er náttúrulega 1% þarna sem á 90% eða hvað það nú er nákvæmlega og þetta auðvitað hangir saman að skilja misréttið bæði sem sagt gagnvart fólki af öðrum uppruna. Mér skulum ekki gleyma frumbyggjum Ameríku sem er nú sá hópur sem kannski er allra verst staddur og ekki síst konur sem eru drepnar í bara fjöldi kvenna sem er myrtur á hverju einasta ári og mikið ofbeldi gegn frumbyggjum. Og það er einhvern veginn hvernig er hægt að fá fólk til að sjá þetta samhengi að forréttindana, þessara gríðarlegu misskiptingar og hvaða hugmyndafræði getur breytt því. Og auðvitað held ég að feminismin er náttúrulega í eðli sínu er þetta mannréttindabarátta og en feminismin, maður horfir aftur í tímann, hann hefur náttúrulega verið ákaflega breiður og mismunandi og langt í frá að marxískar hugmyndir hafi verið þar ráðandi. Heldur kannski fyrst og fremst svona borgaralegar konur að bæta sína stöð og sín réttindi og komast að og allt þetta og allt á það þetta rétt á sér. Og þær voru ekkert endilega að styðja verkakonur, þarna gátu verið átök á milli. En það sem mér hefur fundist einmitt, við vorum talað ég og vinkona mína fyrir nokkrum árum þetta að þessi rödd hinna fátæku, hún heyrðist ekki. Hún heyrðist ekki og það var engin málsvari neins staðar. En það er það sem hefur verið að breytast, til dæmis hér á Íslandi. Það er bara mjög greinileg breyting, en
hvað mun gerast í Bandaríkjunum og maður vitna aftur í söguna þegar til dæmis Judith Butler var að koma með sínar kenningar og náttúrulega hinar mismunandi hópa fólks og vegna litarháttar, kynhneigðar og svo framvegis og það var ekkert endilega samstaða þar á milli en eftir að ég hafa reyndar áður en Trump bara á Bush-tímanum þá bara var farið að kalla eftir svona mikilli samstöðu kvennahreyfinga og annarra þeirra hópa sem eru að berjast mannréttindum og auðvitað hver eru lykilorðin, það er náttúrulega bara virðing fyrir manneskjunni, virðing fyrir því hver þú ert og að reyna að skapa flestum sem jafnasta eða öllum sem jafnasta möguleika og þess vegna, mér finnst þetta tengjast leadership að það þurfa einhverjir að stíga fram og reyna að finna hinar sameiginlegu hugmyndir, hinar sameiginlegu áherslur til þess að breyta þjóðfélaginu og spurningin hvað vill fólk ganga langt í að breyta þjóðfélaginu og ég átti mig ekki alveg á því við erum búin að vera að horfa mjög mikið á CNN og hvað fólk að tala samstöðu og óréttlæti og misrétti og allt þetta en hverjar eru leiðirnar til þess að leiðrétta þetta? Það það sem umræðan þarf að snúast Helga Lind, Ég held að það sé engin umræða feminisma án stéttabaráttu, annars það bara einstaklingshyggja, Ég get ekki séð hvernig feminisma á að vera einhvern veginn öðruvísi en fyrir allar konur og til þess að hann sé fyrir allar konur þá verður þetta alltaf marxist og af því að feminismi sem borgaralegu feminismi er einstaklingshyggja og þá það ekki feminismi, þá einstaklingshyggja og þá það bara fyrir mig. Það fæst náttúrulega í því viðurkenning á því að allar konur séu beittar misrétti og svartar konur sérstaklega og núna þeirra tími til þess að tala. Já, sannarlega. Helga Lind, ég ætlaði að spyrja þig að hvernig, hvort þú hefði tilfinningu fyrir hvernig bara það væri að breytast, heyrist það svona á því sem við verðum að tala hér, að það séu svona verulega að breytast og þá lítur kvennahreyfingin að breytast og getur sagt mér hvernig? Kvennabaráttan klárlega að breytast, bara með aukinni vitavakningu mismunandi hópa og hvernig óréttlæti leggst með ólíkum hætti á mismunandi hópa samfélagsins. Og þá, til dæmis eins og það sem við erum að horfa upp á í dag, að við erum að beina ljósinu aðeins annað og við þurfum að læra að þegja og við þurfum að læra að amplifæja aðrar raddir. Og ég bara fyrir mig, ég fannst það alveg rosalega einkennilegt að þurfa að flýta mér heim af einhvern veginn fundinum áðan til þess að sitja á Zoom-fundi með fullt af hvítum konum og hvítum kalli til þess að ræða einhverja jafnréttisbaráttu þegar ég get verið að hlusta á einstaklingana sem að tala niður Austurvelli. Og þar eru fullt af svörtum leiðtogum, þar eru raddirnar sem við þurfum að vera að hlusta á. En við erum bara ekki að hlusta á þessi leiðtoga. Við þurfum það er okkar hlutverk líka að leita það uppi og hlusta. Þannig að kvennabaráttan held ég að breytast að því leitinu til. Við erum að átta okkur betur á forréttindunum sem við sumar höfum og þessi marglaga forréttindi, hvernig þessi samtvinnun virkar. Hvernig svört kona í annarri stöðu heldur en hvít kona. Og nú vinn ég með heimilislausum konum í virkum vímuefnavanda. Og það er hópur sem á líka svolítið eftir að tala á Íslandi finnst mér. Það er rosalegt ofbeldi gagnvart þessum konum. Það er rosalegt lögregluofbeldi gagnvart þessum hóp. Og ég er að vinna bæði með svörtum konum og hvítum konum og maður sér líka mun þar. Rasismi gífurlegur á Íslandi. Við bara erum blind á hann af því að við þessi þjóðfélag höfum þurft svo lítið að díla við það.
þessi klöss hafa ekki orðið sem að gerast í Bandaríkjunum og við megum ekki einhvern veginn láta þessu umræðu núna snúast bara Bandaríkin, af því að, jú, sýnum solidarity en leyfum okkur þá líka snúa aðeins stækkunarglörn á okkur. Mér finnst það frábært sem Helga að segja og einhvern veginn hvernig við erum, ég var eitthvað að skoða kastljósið og það var ekki fyrir eins í gær sem að kastljósið tekur fyrir þessar óeirðir og þessar rasíð. Það kviknaði í París og það var bara komið bein útsending, eitthvað live feed bara á RÚV allan sólarhringinn svo við getum hort á hús brenna. En síðan tekur það heila viku fyrir kastljósið að taka einhvern almennilegan þátt bara þjóðarmorð sem við erum öll búin að vera að vitna allt okkar líf. Já, og hefur eitt staðið sér vel en ég var bara flabbergasted, þetta er bara óbæðslega sláandi. Það var nú ekki góður þáttur í Kastljósi í gær, það var talað bara við Eirík Bergmann eins og hann talað öll mál í heiminum. Já, ég var bara byrjun og ég vil ekki aftur athygla að í gær var þáttur hérna á Samstöðinni þar sem voru svartar konur sem töluðu og þið getið farið á, hann heitir Hín Reykjavík og þá getið þið hlustað og þið fá ekki taka þátt, þið bara hlustað þann þátt. En hérna varðandi það, við eigum ekki bara að tala svarta, þá langt með að því að Kristín Jónsdóttir í París og hún innan með okkur líka. Þegar ég var í París í smá tíma, þá sagðu mér vinir mínir, sem afrikanski vinir mínir, að eftir 2001 þá hefðu verið svona smá léttir að allt í einu voru þau ekki neðst, heldur voru það Norður-Afrikanar og fólk frá Arabalöndunum sem voru svona neðar í stiganum. Og þar er svona annars konar átök og annars konar rasismi sem ríkjandi. Hefur þetta ástand haft áhrif á þessa umræðu í Frakklandi? Nær þetta inn til Frakkana sem eru líka þjóð sem svona klofin? Það hérna staða Norður-Afrikana í Frakklandi ömurleg og maður myndi hafa aðgengið að tölfræði, Frakkarnir fela hana svolítið og þá býst ég við að línurnar yrðu jafnvel verri heldur en svartra í Bandaríkjunum. Já, og það náttúrulega, Frakklandi náttúrulega einmitt eins og segir, mjög marglaga. Við erum ekki bara með þrælana sem komu og urðu svo bandarískir, heldur eru við sem sagt með Norður-Afríkuna og svo náttúrulega Rómafólkið og það er svakalega svona eiginlega bara nánast kerfisbundin goggunarröð í gangi nema einmitt að Norður-Afríku og svo alveg dökkir eru svona kannski stundum annar yfir hinum einmitt eins og eftir 2001 þar sem að lögreglan fór að einbeita sér meira og bara svona almenningsáliti var frekar gegn þá Aröbum heldur en gegn brúna fólkinu og feminismin hérna náttúrulega búin að vera í gríðarlegri svona endurfæðingu í einmitt út frá öllu þessa því þetta náttúrulega bara gerast í öllum vestræna heiminum að við erum að vakna til vitundar þessi forréttindi og allar þessar birtingamyndir forréttindan okkar og hvernig við erum samsek og hvernig okkur langar ekki til að lifa í samviskubiti og þess vegna förum við kannski að gera eitthvað. Og sem sagt, franski feminismin náttúrulega sem sagt, byggir á sem virðulega Simone de Beauvoir grunni en hefur stokkast alveg svakalega upp og byrjaði náttúrulega með þarna ni putt, ni soumise, hvorki hórur né undirgefnar. Það voru Norður-Afríku sem voru þá að sleppa klæðunni en neitaði að það gerði og nú heyri ég eitthvað voða bergmál í mér til læmir hljóði. Já, ég held að við bergmála hjá okkur öðrum öllum þín, pröfa það bara. Og já, og það náttúrulega fylgst gríðarlega vel með því sem að gerast í Bandaríkjunum, fréttir eru fullar af því og svona, en leið eru líka mikil mótmæli í París núna sem eru ólögleg
það voru 20.000 manns í gær fyrir framan dómsvöllina því það verið að dæma í máli hér, það sem að Adama, sem var myrtur af lögreglumönnum fyrir 4 árum síðan. Nei, hann var, ekki fyrir lögreglu, það ekki alveg ljóst, það verður allavega núna dómsmálið í gangi og þau, og það náttúrulega bara mjög sterkt vandamál í Frakklandi að morð á brúna fólkinu og svona skipta minna máli heldur en morð á öðrum. Það allir tilbúnir að rjúka upp til hand og fót ef það gyðingahatur en hitt einhvern veginn bara shit happens. Og það sem sagt töluvert mikið að breytast. Og svo náttúrulega bara held ég held til dæmis að það sem að gerast í Bandaríkjunum sé ekki bara Floyd, heldur bara ég hugsa að kórónavírusin hafi líka áhrif, við erum öll búin að sitja heim og hugsa og sjá og það hefur verið illa skipulagt í Bandaríkjunum, það reiði út af því og það náttúrulega bara allir búin að fá nóg af þessum kapítalíska yfirgangi sem segur allt þetta, einhvern veginn að viðhalda öllum þessum kerfum og misrétti og fátæktinni og haturinn á milli mannan og flokkar allan niður og allt þetta, ég held að við séum bara allir búin að fá nóg af því og það bara, ég sá svo sætan status á Facebook í dag þar sem að stelpa kona aðeins yngri en ég sem var að segja að hún var skömmuð af dóttur sinni að því að hún talaði einhver strigaskór væru svo stelpulegir, það var ekki hægt að kaupa það fyrir strák, hún bara, þetta sexismi og þannig að það rosaleg stokkun í gangi og við erum rosalega mikið að losa okkur undan þessum boxum og vonandi tekst það. Okay. En eru átök innan þess að maður kalla þetta í kvennahreyfingi sem náttúrulega eitthvað ský og erfitt að flokka. Ég má spyrja þig á heldur það sé átök stundu þegar hreyfingar gangi í gegnum svona mikla breytingar og fleira þá. Það bara oft þannig að sumir eru þannig að þeir vilja helst deila við samherja sína og meðan aðrir vilja berjast við sameiginlegan óvin og hefur áhyggjur af því að svona verði átök innan kvennahreyfingarins. Millist þetta feministar verði allir skammaryrði og fólk eru elt með það. Epal-feministi. Ég held að hafi alltaf verið átök í feminismu eins og bara öllum réttindahreyfingum og bara það þurfa að vera átök að þetta virt samtal gildi og hvernig við ætlum að forgangsraða í samfélaginu og það ekki að eiga þetta samtal annars að eiga í átökum og það eina leiðin til þess að þróa samfélagi í gegnum átök. Ég held að það sé kannski hægt að tala að það sé svona ákveðin áríðandi verkefni fyrirgefið. Nú komin einhver þjóðabjalla í gang heyriði ég enda í mér? Við heyrum bara rétt af bjöllunni, langt í burtu. Okay. Ég held að það sé bara svo mikið áríðandi verkefnum sem feministar allan á Íslandi þurfa að vera tilbúnir til þess að takast á við og eitt af því að þegar maður tala að við erum allar bara hvítar konur en það náttúrulega rosalega áríðandi að hvítar konur tali sín á milli hvítleika og það bara mjög mikilvægt að við berjumst fyrir því innan okkar íslenska samhengis að intersectional feminismi bara forgangsraði að samtölum hvítleika, hvað það þýðir fyrir okkur sem eru hvítar að hafa alist upp í rosalega rasískri félagsmótun og að horfast í augu það að við erum öll rasistar af því að við ólumst upp í rasísku samfélagi að við hefum öll áreitt og verið bæði bara með opinskáan og dulinn rasisma í gangi. Þannig að það samtal sem að hvítu konurnar þurfa bara mjög ákaft að
að standa í og ég vona að það verði engin átök það í íslensku samfélagi. Ég held að það sé allir bara mjög sammála að þetta sé bara rosalega áríðandi verkefni. Ég kalla bara eftir og tilbúin til að taka þátt í sjálf til að skipuleggja ráðstefnur hvítleika, bara whiteness, white fertility og bara vera góður ally og þetta verkefni sem þarf að eiga sér stað skilurðu á meðan við forgangsröðum líka svörtum röddum og setjum svartar raddir fremst í hreyfingunum okkar, þá þarf þetta verkefni líka má ekki sitja á hakanum sko. Það svo mikil greining sem við þurfum að vinna bara á okkur sjálfum sko. Þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá las ég, það var einhver sem lánaði mér bók sem heitir Critical White Studies og ég hef aldrei skoðað neitt svona áður og það var bara einhvern veginn verið að útskýra bara hvernig við komum með bakpoka og erum bara með vegabréf og leiðavísir og hvernig samfélagi okkur vinnveitt og við konur þekkjum þetta náttúrulega líka svona einhverju leyti í gegnum, við sjáum hvernig strákarnir, bara einhverju nýtt strákar í vinnunni, bara besti vinnur yfirmannsins og það farum við í ferð til London og maður bara eitthvað, maður vil eina einhvern og þannig að þetta og læra þetta, en líka bara einhvern veginn að afkóða allt sem ég var búin að læra, það er svo langt síðan í beauty, það er kvikmyndir til dæmis sem ég hefði horft á, voru bara eitthvað sem þú hútt á eitthvað, ég eftir bara að læra að svart fólk væri venjulegt og það væri ekki, því að það búið stereotypað svo mikið í fjölmiðlum og líka náttúrulega einhverju leyti gegnum tónlist, en svakalega mikið, þannig að okkar skilningur er alveg brjálæðislega takmarkaður. Líka þóttist þegar maður á staðnum, þá finnst maður eins og á að veit, þá upplifir maður enn meira hvað skilningur okkar er takmarkaður. Þannig að þegar maður er hér, við erum bara í einhverju dúllulegri bublu, þetta er bara eitthvað sjónvarpsefni, þetta er mjög mikilvægt að taka þetta samtal Má ég aðeins koma inn í þetta með átökin, því að mér finnst það svo áhugavert. Ég nefnilega upplifi þetta ekki sem átök sem að núna að gerast þegar að feminismi að verða meira interseksunar, heldur upplifi þetta sem deiglu. Ég upplifi þetta meira sem bara feminismi og ég er búin mjög mikið verið að velta þessu fyrir mér því að auðvitað eru konur og ég hef örugglega á einhverjum tímapunkti og ger örugglega ennþá hrokkið í vörn þegar að einhvern tímann minnst á mín forréttindi eða það að ég sé ekki nógu inklúsív í minni hegðun, þó svo ég sé að reyna að vanda mig við að gera það ekki. En það er samt svo ótrúlega fallegt að krafan að feminismi sé inklúsífur og að feminismi sé interseksunar, það að sú krafa skuli vera gerð svo mikil viðurkenning á feminisma sem hugmyndafræði sem að getur þróast og getur breyst og getur tekið mið af öllum þessum valdakerfum sem að þarf að berjast gegn. Það eiginlega ekki hægt að gera sömu kröfur til annarra, hvað maður að segja, svona hugmyndafræða, ef maður hægt að segja það notað í fleirtölu. Það er enginn sem það er ekki næstu því jafn rík krafa gagnvart stétta verkalýðshreyfingunni eða, hvað heitir þetta, atvinnurekendur eða það er enginn sem lætur sér detta það í hug að karllægari kerfi séu móttækileg fyrir interseksualisma. En feminismin það og auðvitað tekur það á og auðvitað þarf að ræða og auðvitað þarf fólk að skilja og ekki skilja og gera mistök og allt það. Við erum öll í því stanslaust. En ég held í alvörunni að við séum, og ég meina feminismi þetta er ekki eina skipti sem feminismi hefur breyst, hann hefur verið að þróast í gegnum aldana rás og konur hafa verið stundum talað bylgjur feminisma sem mér mjög illa við það, því að ég vil eiginlega frekar líta á feminisma sem bara einhvers konar svona innbyggt afl sem að hrekkur í gang þegar að misréttið í samfélaginu og hann tekur á því sem að þykir mikilvægast hverju sinni. Og núna alveg algjörlega mikilvægast að raddir svartra kvenna heyrist, en við megum samt ekki og það það sem að gerir líka interseksual feminisma svo erfiðan, að það þýðir ekkert að þeir bara vera svartar konur. Auðvitað það líka verið að kúga alls konar aðrar konur á sama tíma og það ekki það að við hleypum einhverjum eða að við setjum að höfuðáherslan fari á einhvern ákveðin afmarkaðan hóp, þýðir ekki að aðrir hópar séu ekki viðurkenndir. Og það, ég meina, þetta bara flókið fyrirbæri, ég meina valdakerfið, feðraveldið, kapitalismin held ég myndi frekar segja að kapitalismin væri afsprengi feðraveldisins heldur en feðraveldið afsprengi kapitalismans. Ég veit ekki, allavega vinnur þetta mjög þétt saman, þessi tvö kerfi þarna. Að
þetta bara eitt af beautyunum við þessi kerfi hvað þau eru flókin og hvað það ógeðslega erfitt fyrir okkur sem að viljum einhvern veginn brjóta þetta niður að fara gegn því. Af því að það stöðugt verið að einhvern veginn ýta á mann úr öllum áttum. En ég held að feminismi, og ég meina það að vera að spyrja stéttabaráttu áðan, ég meina auðvitað, við tekum undir með Helga Þóru, auðvitað ekki hægt að fara í einhvern einstaklingsfeminisma. Ég finn reynda mjög mikið fyrir því hérna í Hollandi hvað feminismi einstaklingsbundin og í rauninni ekki feminismi. En ég sé samt að femínískar konur hér eru að taka þennan málstað Bandaríkjafólks mjög. Mér langar að segja eitt af lokum, ég veit ég búin að tala ógeðslega lengi, en að þegar við erum að tala mótmælin í París, það svo fallegt sem gerðist hérna, það voru mótmæli í Amsterdam í gær eða fyrradag, klukkan 5. Og það voru 5.000 manns og það verður náttúrulega allt brjálað yfir því að borgarstýran skuli ekki hafa bannað þetta eða leyst þetta upp eða einhvern veginn gripið til einhverja aðgerða á tímum kórónuveirunar. Og þá kom hún í fréttir, hún var á staðnum, sem er líka mjög fallegt, hún var sjálf á staðnum, kemur í viðtal í fréttum með nælu sem ástendur 1873, sem bara mjög skýr tilvísun í afnám þrælahalds og segir að það hefði bara verið algjört óráð að fara að beita afli til þess að losa upp mótmæli sem eru gegn slíku ofríki. Hún sagði bara, hér verður fólk bara að bera ábyrgð á þessu sjálft og þetta eru hvílík og slík grundvallarréttindi að ekki einu sinni kóróna getur breytt því. Mér finnst það mjög fallegt. Kristín, Ásgeirsdóttir. Það er þú verður að kveikja á mikrofónum. Ég slökti ekki á honum. Þetta er auðvitað erfið umræða þetta með hvað maður er alinn upp við og hvað maður þekkir. Við hafa nú kannski heyrt þessar sögur þegar koma danskar konur í heimsókn til Rauðsokkahreyfingarinnar og fóru að byrja lesbíur. Nei, þær eru ekki til. Það eru 2 í Danmörku eitthvað. Það er bara umræðan, þessi náttúrulega hetero umræða og þetta náttúrulega hafa alist upp í svona algjörlega hvítu samfélagi. Það þarf þá eitthvað til þess að ýta við manni þannig að augun opnist og maður skilji hvernig öðrum líður og hvað aðrir hafa þurft að ganga í gegnum. Og mér er mjög minnistætt hugtak sem Rosie Braidotti notaði þetta the power of whiteness. Það er ofsalega lýsandi hugtak. Og þar náttúrulega erum við erum náttúrulega með hluti af þessu power of whiteness með öllum okkar forréttindum. Og ég tek undir með þér, Sóley, að ég hef líka alltaf farið svolítið í taugarnar á mér þetta bylgjutal. Ég sé þetta meira svona sem straum og þegar maður horfir bara aftur á 19. öldina, baráttumálin, þau hafa í grunninn verið þau sömu, jöfn laun, jöfn tækifæri, yfirráð yfir eigin líkama og baráttu gegn ofbeldi. Þetta eru svona alls konar hugmyndir og aðferðir sem að koma upp í því samhengi. En stóra spurningin fyrir núna er hvernig á að halda áfram? Hvernig á að vinna úr þeirri stöðu sem við erum í? Og ég hef verið að kvarta yfir því að mér finnst svo mikið skorta á opna umræðu hér á Íslandi. Það er fullt af hópum starfandi á netinu, Facebook eða hvar það er, hópar sem tala sín á milli, en það vantar þess að samræðu milli innan ýmsu hópa til þess að þróa umræðuna áfram. Og eins og það var nefnt hérna áðan, við hefum við nóg að stríða og fyrir mér er eitt mikilvægasta máli hérna, það er að bæta laun þessi önnunarstjættanna. Það er algjör grundvöllur í okkar þjóðfélagi og bara fyrir því að hlutirnir gangi, fyrir því að heilbrigðiskerfi gangi, skólakerfi gangi og svo framvegis. Fyrir svo utan ofbeldismálin
og allt þetta og hvernig viljum við ná fram breytingum. Það finnst mér vera rosalega stór og vegna þess líka að margar þær breytingar sem við náum fram, þær skipta mál, þær berast út í heiminn, þær geta skipt máli í umræðunni erlendis. Þannig að við reynum að beita okkur sem við erum ekki með her hérna yfir okkur, eins og á göttunum, eins og í Bandaríkjunum. Og ég ætla að bæta því við að lokum að það er sammála því Sóley að feðrakapítalismin er hérna afurð feðraveldisins. Feðraveldið er svo mikið eldra heldur en kapítalismi. Og eitt af allra sterkustu tækjum feðraveldisins eru hernaðarmaskínurnar. Og sem að líka er það sem er svo stór þáttur í kapítalískum hagkerfum eins og í Bandaríkjunum, að þeir verða að hafa stríð. Þeir verða bara að hafa stríð, og þegar eitt er búið þá er bara leitað annað. Og það er þessi kerfi sem þarf að brjóta niður, en hvernig? Og það gerist ekki nema með breiðri samstöðu. Áttu við að kvennabaráttan sé svona hólfu niður og sé ekki samtala á milli hennar, eða er þetta að tala bara í ég er að tala að konur séu tvístraðar í smáa hópa. Já, mér finnst vanta samtala á milli. Það reyndar Kvenréttindafélagið hefur haldið kynjaþing tvisvar sinnum sem hefur gefist ágætlega, en það þarf meiri umræðu. Helga Lind, er þetta þín tilfinning að konur séu hólfaðar niður í smá hópa og ná ekki samstöðu? Það er samtali fyrir ekki. En það ná samstöðu oft í kringum ákveðin mál. Já. En það er umræðu framhaldið, hvernig ég að halda áfram? Helga svarar því fyrir okkur. Hvernig þetta var? Ég finnst að þetta samtal vera eiga sér rosalega oft stað og það sé rosa mikil samtala oft á tíðum, alltaf vera að ræða ykkur lausnir, vera að krefjast með breytinga, en það er kannski, finnst mér oft... Hvar? Þú veist, bara gegnum tíðina, það sem hefur verið, alls konar hópar að senda frá sér eitthvað. Ég er að tala um núna. Já, bara það sem við erum að tala um núna, þú veist, núna vil ég setja fram alls konar breytingar, það fólk er að tala saman út um allt. Fólk er alls staðar að senda frá sér sameiginlegar yfirlýsingar. Það er alltaf verið að gera eitthvað. Það eru MeToo ráðstefnur, það eru margar mismunandi stéttir í þjóðfélaginu senda frá sér MeToo sögur. Það er alltaf verið að senda eitthvað frá sér, en mér finnst ábyrgðin líka ekki bara vera endilega okkar eitthvað sameina í eina sameiginlega kröfu. Það er líka bara ráðamenn, eða ráðafólk, á að hlusta á kröfurnar, það er einhvern veginn, mér finnst oft verið sammenning, þetta einhvern veginn oft verið notað gegn þessum hópum með að segja þið eru svo mörgir að segja svo mismunandi, ég veit ekki hvað ég á að hlusta. Það eru svo margir feministahópar, ég veit ekki hvað ég á að hlusta. Það á ekkert endilega að vera að vinna okkar heldur að sameina raddir okkar. Það er ekkert, við getum ekki lagt á kröfu á alla jaðarhópa, nú er þið öll að hittast og saminast og ákveða þið í sameiningu hvernig við höfum að breyta þessu. Fólk sem hefur völdin á að leggja sig fram við að hlusta mismunandi raddir og taka það til sér. Það er allan mín skoðun. Ég er þreytt á þessu alltaf að sameinuðu ykkur. Ég er ekki að tala um það, ég er meira að tala um samtal. Já, þú veist, mér finnst samtalið vera mjög virt, en ég er kannski líka bara í þeirri búblu. Þú veist, ég er mjög meðvituð um það að ég er í búblu þar sem er mjög mikið af ungu fólki sem tilheyrir mismunandi hópum og er alltaf í samtali. Þú veist, og það er minn raunveruleiki sem er auðvitað ekki allra. Og þú veist, mismunandi hvað er sýnilegt mismunandi einstaklingum. En ég er bara allavega upplifað að mér finnst að ég er að vera þreytt á einhvern veginn þessu og bara alveg svo nú er ég líka, eins og kom fram í byrjun, er framkvæmdastýra stúdentaráðs og
núna erum við búin að vera mjög mikið til baráttu varðandi atvinnuleysisbætur og hvernig þessi einhvern veginn hópur eftir. Og við erum endalaust að fá að heyra þið eru alltaf að senda eitthvað mismunandi frá okkur. Kannski þegar við erum að senda eitt frá okkur, svo sem Landssamtökin að senda eitthvað annað frá sér. En raunin að við erum að þegja það sama og við erum búin að samræma okkur og samræma kröfurnar, en samt afsökunin frá ráðuneytisstjórum og frá ráðherrum að segja, við skiljum ekki alveg hvað við eigum að gera, þið eru með svo marga kröfur og frá ólíkum hópum. Það er bara alltaf svarið. Í staðinn fyrir að hlusta á það sem við erum að segja, þú getur séð að við erum að tala sama hlutin. Það bara styrkur í því að við séum öll að senda það frá okkur í staðinn fyrir að bara eitt félag myndi gera það. Þannig ég kannski líka svolítið brenda því núna að það sé alltaf verið að einhvern veginn segja okkur að saman okkur og tala betur saman okkur þegar við erum nú þegar að gera það. Má ég aðeins koma, en mér finnst mjög mikið talað á Íslandi feminisma og ég tala miklu meira við íslenska konur og ekki bara konur, fólk feminisma heldur en nokkuð tímann franska vini mína sem mun erfiðar að fá í eitthvað almennilegan aktivisma og það eru nokkrir hópar á Facebook sem eru mjög virkir og víðir og þar oft hnakkrifist og alls konar og bara mikil gróska, en það náttúrulega bara vantar, í fyrsta lagi vantar að þessi umræða fái pláss og rými í sjónvarpinu, í útvarpinu, á svona prime time, þú veist það bara löngu komin tími til þess að hætta að vera með daglegar íþróttafréttir og þá koma með menningu og svo koma með eitthvað svona, félagasamtök og félagslíf og bara já, samfélagið, frekar heldur en að alltaf skuli vera eitthvað 10 mínútur fyrir íþróttir á hverjum einasta degi, bara úrelt fyrirbæri. Ég hef ekkert á móti íþróttum og stundaðra krafti, djók. En sem sagt, já, og það er einmitt það sem við vorum að tala áðan í sambandi við að hlusta á brúna fólki núna á þennan hóp sem að núna er að rísa upp og notfæra sér ákveðið sjokk sem að heimurinn fékk, sem er bara frábært að gera og við bara þurfum alltaf að fara og leita, googla, YouTube og eitthvað inn í einhverja kema til þess að geta hlusta á þetta fólk. Það er óþolandi. Þú veist, það er bara gersamlega komið tími til þess að við áttum okkur á því að við verðum það bara alveg eins og það þarf að tryggja kynja hlutföll á þingi og svo framvegis, að þá þarf líka að gera sjónvarpið okkar og marglitt og svona. Og Netflix til þess að gera gríðarlega góða hluti þar í öllum þessum hópum og þetta alveg orðið bara frábært þar en já, íslenska RÚV bara þar lengst aftur í eins og Helga Þóra sagði, bara tala ekki einu sinni New York Bandaríkin í heila viku, þannig að maður skjóti inn kannski með þetta með fjölmiðla, ég er mjög sammála að það má vera meira svona í kannski þú veist, það sem í línlegri dagskrá mætti kannski vera eitthvað svona meira í miðjunni, eða þú veist, það sína kannski með tala eitthvað feminist, og það náttúrulega Rás 1 og Rás 1 náttúrulega bara best, eins og við veitum. En YouTube mainstream, þú veist, ég alveg með 11 ára sem bara þetta ekki huga að horfa á einhverja dagskrá, þannig að þetta líka sko, við erum að þú veist, okkar menningarmiðja ekki aðal heldur endilega, þannig að þú veist, það sem að gerast á YouTube og út allt skiptir bara alveg jafn mikið mainstream og eitthvað annað, það bara ekki endilega það mainstream sem við erum að venjast. Má ég spyrja hvað það vanti kannski samtala milli kynslóða, það í skipulegu stjórnmálastarfi að þá fólk svona ítt út og sérstaklega konum bara upp á 50, þá vill ekki hlusta á konur sem eru yfir 50, það fá ekki að vera í frambóði, það svona, ég held að þegar ég kannaði þetta síðast, það var elsta kona á þingi held ég 55 ára. Elsti kallinn eitthvað svona 70, þeir voru ekki svo margir yfir 55 ára, það svona eins og kollan svo hent út kannski svona 7 árum á eftir konunum, en konunum hent fyrst út og það svona upp á 50, þá eru þær bara ógildar í skipulegu stjórnmálastarfi. Getur það verið að þannig að sé líka í kvennahreyfingunni?
Þið vita að það kynslóðaátök alveg þar eins og annars staðar. Ég meina það allstaðar og okkar tímar eru mjög litaðir á kynslóðaátökum. Ég meina við erum með 2 risastórar kynslóðir sem ég til dæmis ekki hluti af, ég á milli, en við erum með 2 risastórar kynslóðir sem eru og það þetta er mjög þekkt fyrirbæri í menningafræðinni þú veist, togstreitan á milli 68 kynslóðarinnar og aldamóta kynslóðarinnar. Og það eru ólíkar áherslur og ólík sýn á milli og líka kannski vegna þess að það eru miklar tæknibreytingar, miklar samfélagsbreytingar og ýmislegt annað sem einkennir og það er svolítið svona ef þú ætlar að vera með þú þarft svolítið að hafa rosalega mikið fyrir því. Og ég meina þannig að það eðlilega, ég meina mikil hugmyndafræðileg þróun það bara eðlilega eru togstreitur milli kynslóða, ég held að það sé ekki einhver svona eina ástæðan, en það er bara eðlilegur partur af. Það hefur alltaf verið, mamma og pappi eru hallærisleg eða ég er strákur, ég ætla við sítt hár 1968, þú veist, það hefur alltaf verið eitthvað svoleiðis, þannig ég held að það sé bara, þannig á það að vera. Ég held að það sé bara hluta framþróun einhvern veginn að það séu pínu átök á milli kynslóða, að við séum einhvern veginn að þróast og breyta. Hafna því sem er orðið venjulegt og reyna að skapa eitthvað nýtt og það er eiginlega, svo þarf maður að takast á við að vera einhvern veginn farin að nálgast meðan aldur og það er ekki cool lengur og mér finnst það vera það er næstu átökin. Sólveig, þú hættir alltaf snemma í pólitík. Ég? Þú hættir að snemma, já. Og mér langaði mig til þess að koma inn á það, konum er ekkert bara hent út, þær brenna út í pólitík. Og hún Cynthia Enloe sagði patriarchy is sustained by women burning out. Ég meina, það er bara þannig. Það er alltof erfitt fyrir konu að vera í pólitík, þær fá miklu harðari gagnrýni bæði persónulega og pólitískt. Það þurfa að berjast fyrir hverju einasta atriði með allt öðrum hætti heldur en kallar þurfa nokkuð tímann að gera. Og þetta er ekki veruleiki, nú hef ég verið bæði í pólitík og í kvennabaráttu. Þessu er ekki líku saman að jafna. Það er öllu beitt gegn konum í pólitík vegna þess að feðraveldið á hana. En innan kvennabaráttunnar er miklu meiri skilningur. Og ég nýt nú þeirra forréttinda að hafa unnið með bæði eldri kynslóðum og yngri kynslóðum að feminisma. Ég bara einhvern veginn byrjaði sem smákrakki og verðist einhvern veginn ekki hætt í kvennabaráttu þó ég hafi hætt í pólitík. Þannig að ég man eftir að hafa verið að skotast í kringum Kristínu Ástgeirs á sínum tíma sem smástelpa, en er líka mjög mikið að tala með ungu stelpurnar sem eru brjálaðar í dag og voru í beauty tips og Fríða Nippol. Og ég held að það sem er að gerast þar er að báðir hópar eru svolítið að átta sig á forréttindum sínum. Eldri konur eru að átta sig á reynslunni sem þær hafa og að þær geti miðlað henni. Og yngri konur eru að miðla af tækniþekkingu og svona öðruvísi nálgun á samfélagi heldur en var þegar eldri konurnar voru sem virkastar. Og þetta er hluti af þeirri deglu sem er í gangi í kvennabaráttunni í dag, upplifi ég allavega. Og er einhvern veginn, þið kannski eru farin að greina það þema hjá mér, ég er ekkert mjög hrifin af því að tala átök í kvennabaráttunni, þetta er að mínum að þetta miklu frekar degla, þetta er miklu meira bara við erum að hjálpast að við erum allar tilbúnar til þess að læra og miðla, en það er flókið. Þetta er bara metnaður, þetta er rosalega mikil metnaður, ég held að hver einasti feministi sem ég þekki starfi af einhverjum svona brjálæðislu metnaði og bara, þú veist, feminismi að vera bestur og ég ætla bara að leggja rosalega mikla vinnu í það, ég ætla að berjast fyrir bara öllu sem ég finnst skipta mestu máli, þannig að það er svona stanslaus metnaður í gangi og þess vegna er tekist á mér og þú veist, mér finnst, ég vil alveg kalla átöku, mér finnst átök frábæður og skipta rosalega miklu máli og bara af því að þannig bara verða góðir hluti til. Að líka það vilja allir, fyrirgefðu öll eða allar, að bara hafa þetta svolítið gott, þannig að þá náttúrulega bara. Ég nefndi Women's March í upphafi og það var áberandi þegar það var svona hæðst, stóð sem hæðst í göngunni í Washington og víða. Það var þessi rosalega stóri aldursbogi á þeim sem voru þar að ávarpa fjöldan. Það var, ég held að það verið bara náttúrulega 65 ára aldursmunur og yngstu og elstu konunni sem var þar. Kristín, þú varst að Já, ég verður að segja það, ég skynja nú ekki mikil átök innan íslenskar kvennarhreyfingar út frá kynslóðum. Frekar að
já, það geti alveg talað saman og unnið saman, en það sem að, sko, hins vegar þetta samfélagið sem að sendir, sko, eldri konum ákaflega skilaboð það eigi að stíga til hliðar og láta lítið fyrir sér fara og mér finnst nefnilega, sko, eldri konur, það sko, sætta sig svo mikið við þetta og ég hef stundum verið að vitna til þess að 2013 þegar var verið að halda upp á 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna í Noregi, þá hitti ég veit hvort ég þekki Berit Aas, sem að, sko, hún tíræðisaldri, hún komin yfir nírætt, var setti fram ákaflega fræga kenningu svokölluðu yfirráðatækni, herskartekník, sko, hún var þarna nírætt, sko, alveg með, sko, hnefana á lofti og hérna var einmitt að spurði, sko, hvar eru friðarhreyfingar kvenna, hvað eru konur að hugsa, akkur er ekki verið að marsera hér gegn hernaðarmaskinunni og þær voru 2 aðrar þarna með henni, álíka gamlar og sko ég líka, sko, hér á Íslandi er ákaflega mikið misrétti í lífeyrismálum, það hefur nú verið rannsakað og konum er refsað náttúrulega stanslaust fyrir það að eiga börn og hafi ekki verið á vinnumarkað. Þetta er einmitt eitt af tækjunum, þetta er eitt af tækjum samfélagsins til að halda konum niðri og halda þeim í fátækt, hluta hvernig, ekkert öllum auðvitað. Og þannig að mér finnst þetta sárt upp á að horfa, sko, að svona eldri konur skul ekki vera öflugri og einmitt að hérna, því að stundum líka, ég er náttúrulega búin að vera svo lengi í þessari baráttum, stundum maður hugsa bara, guð, mikið er þetta enn í umræðin. Þetta er eitthvað sem að, ýmislegt sem að, sko, einhvern veginn endur tekur sig aftur og alltaf sama hjólið að snúast þarna. Þannig að þess vegna held ég líka samtal milli kynslóða, samtal þvert á svona mismunandi femínískar áherslur sé bara rosalega gott fyrir alla. Það eru allt birtar núna myndir af konum svona á 60, 70 og 80 aldri þessum halda einmitt á skilti í Bandaríkjunum. Ég trúi því ekki að ég sé enn þá að berjast fyrir þessum andskota sama hlut. Ég man nú eftir því einhvern tíma, í gamla daga þá voru hérna baráttuskiltin geymd, það var ógeðslega lélegur sófi á stígamótum og til þess að styrkja sófana þá voru hérna kröfuspjöldin undir sessónum á sófanum. Og það góða við þessi kröfuspjöld var að það var hægt að nota þau svo áratugum skipti. Það þurfti ekkert að búa til ný. Það var alltaf hægt að halda áfram aftur og aftur og aftur og aftur. Ég hugsaði að við fyndum þessi kröfuspjöld einhvers staðar að það væri það örugglega en bara fín. Sko. Hugsaði, sko, fyrsta krafa rauðsokkarhreyfingarinnar, manneska, ekki markaðsvara, 1970. Þetta er algjörlega við í dag. En Helga Lind, er þetta ekki að koma núna? Er ekki núna framundan uppskjörutími í kvennabaráttunni? Ekki verður þú hérna eftir 60 ár með spjald þar sem stendur að ég er ennþá að bera fram sömu kröfunar ég gerði þegar ég var kona. Gefðu okkur nú von. Ég held kannski að dagurinn í dag sé ekki hérna fullkomin til þess að ég sé bjartsýn að koma með bjartsýnt svar. Þetta kemur í svona bylgjum. Stundum er ég alveg viss að það sé eitthvað að gerast og aðra daga er ég mjög vonlítil. En það er fullt að gerast en það er líka fullt sem er að fara tilbaka. Ég veit ekki. Eina sem ég er með er að ég veit ekki. Við getum, eina sem við getum gert er að halda áfram en stundum er þetta eins og maður sé að öskra upp í vindinn endalaust og stundum verðum að þreyttur á því, sko. En það er fullt að gerast en það er fullt sem er eftir. Og bara hlutir sem við vissum ekki, sem við vitum ekki en þau eru vandamál. Alveg svo bara við áttum okkur kannski ekki alveg á vandamálinu eða stóra vandamálinu sem rasismi er í Íslandi fyrir 10 árum síðan eða eitthvað. Þannig að ég held að það sé fullt sem við eigum eftir átt okkur á. Örugglega. Ekki... Skjótið að, sko, þegar ég heyri svona rödd eins og þína, þá er stundum sagt við stelpurnar, hugsaðu langammu þína. Við hvaða aðstæðu bjó langamma þín. Og við hefum náttúrulega tekið sem betur fer mörg skref fram á við, en við erum líka alltaf einmitt augun að opnast, sko, fyrir svona nýjum hlutum, sko, sem að við
bara, já, áttum okkur ekki á, einmitt ekki síst vegna okkar miklu forréttinda. Mér finnst líka flott Við erum að stíga áfram, það ekki spurning. Mér finnst flott við vorum niður á Austurvelli áðan, eða við sem vorum þar og það var verið að þá sagði ræðumaður og hann talaði svörtu konuna og það stendur stelpa við hliðina á mér öskrar bara, já, the black woman, og við svo glöða, þessi, og það kannski líka þetta, með þær að þær hafi ekki þær eru búinir að vera að vinna svo mikið og þær eru bara svo brjálega að gera hjá þeim að þær þurfa að vera í svo mörgum vinnum og álagið á svörtu koninni einhvern veginn að kannski eru þær bara það að þær komist af, þær hafa bara ekki haft tíma til þess að komast af. Þetta svo mikilvægt að þær séu komnar og við séum tilbúnar að hlusta á þær og ekki einhvern veginn að segja eitthvað fyrir þær af því að þær eru svolítið svona eins og við en þær eru líka með sömu vandamál og konur af eldri kynslóðum eins og kannski ömmur okkar eða þetta er svo margþætt hvernig þeirra kúgun virkar og svo áhugavert og hræðilegt í senn hvað þær vinna svo mikið og líka einmitt þetta með konur í stjórnmálum þá var mér líka að hugsa til þess að þetta eru konur sem vinna alveg brjálæðislega mikið og það er einhvern veginn það sem að einhvern veginn og það sem ég hugsa til þeirra er alltaf mér langar að geta hlíft þeim við vinnu og þannig að mér finnst það svona að vera mikilvægt kannski líka til þess að hugsa Já, þetta er svolítið mikilvægt sem að Helga Þóra er að segja að því að þegar að mannréttindabarátta kannski nýfrjálsíkjáruna, síðustu 40 ára hún var háð kannski að fólki sem hafði fjárhagslega getu, kraft og afl til þess að heyja þessa baráttu og formið á baráttunni, hvernig við búumst við að sjá hana og fleira, mótuð af þessu. Þannig að heyja baráttu með þeim sem að hafa lítið líkamlegt þrek, eru dauðþreyttir, ekki krónu, einhver einasta er ekki lagt inn eitt bauk til þess að fjármagna baráttu fyrir hópinn, þau eiga bara ekki fyrir því. Þannig að það er hægara sagt hraðagrein eða fræðigrein eða þetta eru svo stífar leiðir. Það er baráttun að fá að geta verið í mými bara líka. Já, það er hægara sagt en gert að hleypa því fólki að í baráttunni því þú raunverulega þarft að breyta allri baráttunni og hvernig hún er háð við að gera það. Erum við ekki bara ótrúlega stutt á við komin með? Jú, svo eru náttúrulega hópar sem það fer ekki bara eftir því sem samt hárrétt að auðvitað er fólki misgóðri aðstöðu til þess að láta á sig bera og krefjast réttinda en svo er líka bara mjög miserfitt að heyja baráttur. Það fer eftir í hver málaflokkurinn er og ef við sjáum til dæmis núna fituaktivista andstaðan sem að ég myndi segja að fituaktivistar mæti hörðustu andstöðu af þeim hópum sem eru núna að reyna að krefjast einhverja réttinda innan femínískra hreyfinga. Af því að þær mæta svo ofboðslega mikilli mótstöðu og andstöðu á fræðilegum grunni og á kapítalískum grunni og þetta er svo nýtt og við erum svo ofboðslega mikið ómeðvituð innbyggðu skekkjurnar okkar þegar kemur að feitum líkumum og líkamsgerð að það er ekki líku saman að jafna að vera einhvern hvít kona að berjast fyrir einhverjum hausatalningum í Silfri Egils eða að vera kona sem að ætlast til þess að fólk sé virt eða geti farið til læknis og verið tekið alvarlega þó það sé feitt. Þetta er bara, barátturnar eru orðnar svo misviðurkenndar, það er það sem ég er að reyna að segja. Eftir því sem að baráttan er viðurkenndari og hefur skapað sér meiri farveg, þeim mun auðveldara er að heyja hana. Þannig að ég bara dáist að kraftinum sem að fituaktivistar hafa í dag. Ég var í löngu brunnin út. En ég vil spyrja þig að því að þú ert svona fæddur framkvæmdastjóri og skipuleggjandi. Hvernig er þetta heyja, hvernig er þetta skipuleggja, hvernig getur fólk skipulagt mannréttindabaráttu á okkar tímum, það sem hálfgett svona markaðstorg málefnanna og þetta komaði fyrir og ná í gegn og allt þetta og þú ert í 3 vinnum og þú átt enga pening og þú átt bara fullt í fangi með að þetta er bara átt að lífs og dauða bara að komast ekki um daginn. Já, erfið spurning.
náttúrulega aktivistar eru alltaf að brenna út og þetta bara svo erfitt en maður náttúrulega upplýðir líka rosalega mikla valdeflingu í samstöðunni og gleðiríkt andóf líka rosalega valdeflandi að þú veist hafa gaman, skilur hlæja, það rosalega mikilvægt. Það svona slagur í rockbóðarhreyfingunni sem það rosalega mikið pepp, það Joy as a revolutionary force og ég á svona peysu sem stendur þetta og mér finnst þetta bara geggjastlega mikilvægu frasi, bara meðum ekki tapa gleðinni sko og meðan við eigum í þessum áríðandi og erfiðu samtölum þú veist bara einmitt aðgengi og að vera ekki exklusív sem hreyfing, þá verðum við líka að hafa gleðina sko að opni því annars bernum maður út og við þurfum náttúrulega pening. Við þurfum bara berjast fyrir fleiri mikrósjóðum, betri stofnanastuðning. Við þurfum að vera duglegri að mynda fleiri breiðfylkingar og vinna saman þvert á félagasamtök, því félagasamtök er bara misvel og hópar misvel steddir, hvað var það bara einmitt bara mannskap og auðlindir og við þurfum bara að vera duglegri að deila þessum bara resources á milli en þetta er svo erfitt af því að fólk verður svo þreytt. En millistéttarfólkið, hvíta millistéttarfólkið, er tíminn að segja við okkur að við höfum bara bíða aðeins með okkar baráttu og fara bara að þjóna, gefa veikarstæðum hópum tengslanetin okkar, röddin okkar, peningan okkar, aflið okkar og bara setja okkur í svona aftursætið. Er það ekki hinn eini sanni sósíalismi að auðlindir ganga í eina átt frá þeim betur staddari til í aðsettu hópana og það verður að vera æðsta forgangsröðun samfélagsins? Er það ekki hinn sanni sósíalíski andi? Jú, það nikkar allir kolli og þar með þetta samsýtt sem lokaorð þessar þáttar. Það er eðli þessara þáttar að það er svo stór mál undir að við klárum það aldrei og þannig er það bara. En ég þakka ykkur fyrir að staldra við rauða borðið og taka þátt í umræðu kvennabaráttu á krepputímum á Einarsdóttir, Helga Þórey Jónsdóttir, Helga Lind Mar, Kristín Ásbjörnsdóttir, Kristín Jónsdóttir og Sóley Tómasdóttir. Takk kærlega fyrir og hlustendur þakka þér fyrir að staldra við og hlusta á okkur og svo sjáumst við aftur á morgun að ræða samfélagið út frá okkur öðrum sjónarhóli en ég reikna með að á næsta miðvikudag þá höldum við áfram að ræða tímana áhugaverðu tíma sem við lifum út frá sjónarhóli feminista. Takk fyrir í kvöld.